Elvar, íslenska landsliðið mætti á lokamót Eurobasket 8 árum seinna. Þú varst 2017 í Helsinki. Hvernig er tilfinningin núna? Hún er frábær. Það komast svona smá þyrildi í maður þegar maður lenti í Pólandi í gær og að vera komin inn og sjá þetta allt og svona fara að upplifa þetta aftur verður bara algjör snilld. Fyrir 8 árum síðan þá varst þú með fullri virðingu. Ég meina, þú spilaðir ágætlega, gerði vel með þessa mínútur sem þú fékkst á mótinu, en þú varst í miklu minna hlutverki. Nú ertu í svona einhverju leiðtogahlutverki hjá liðinu. Hvernig er þetta ólíkt? Já, ég man náttúrulega eftir því að hafa verið inn á þessu móti. Ég er bara þessi myndbönd og ég man ekkert eftir því, þannig að þetta verður vonandi eitthvað aðeins öðruvísi fyrir mig og ég fæ að vera í leiðtogahlutverki núna og þá er bara miklu meiri pressa á manni og maður þarf að standa undir þeim væntingum sem eru gerðar til manns. Þannig að það verður svona, kannski svolítið svona öðruvísi undirbúningur, maður var meira bara svona einhvern veginn í flæði þarna 2017 og var að njóta þess og þó sem maður ætlaði að njóta þess núna en þá er það held ég svona aðeins meiri einbeitning sem maður þarf að vera með núna og svona á verkefninu. 5 æfingaleiki sem liðið hefur spilað mikið að ferðalögum síðustu vikurnar hjá okkur. Hópurinn væntanlega svona, hann hefur væntanlega svona spilast saman svona bæði félagslega og á vellinum. Já, maður finnir það bara strax eins og við erum komin saman í sumar hvað þetta er samheldinn hópur. Og við erum fljótir að tengjast og ná svona okkar besta formi. Og bæði bara með að vera að hanga saman á hótelunum og vera að ferðast og svona mikið að spila og svona það er svona okkar helsta einkennismerki, þú veist að hvað við erum samheldinn og góður hópur. Og ég held að þetta svona mun nýtast okkur fram yfir flest önnur lið er hversu vel við náum saman og hvað allir eru á miklu jafningi grundvelli og eru bara að gera þetta saman sem lið í staðinn fyrir að vera eitthvað einstaklingar í sínu hornarinn að koma sér á framfæri. Spilaði á móti mjög sterku liði Litáen í síðasta æfingaleik núna í Alytus. Tap með 13 en sjálfsögðu bara æfingaleikur. Uppvarið fyrir fótur og fit hjá íslensku stuðningsmönnum þegar Elvar Friðriksson spilaði lítið sem ekkert í seinni hálfleik og fólk var að leita skýringa. Hvað var að gerast? Mér leið mjög vel í fyrri hálfleik en ég held að allir sé það. En svo fór ég inn í hálfleik og var svona farin að stífna þessu upp aftan í læri og ég lét sjúkraþjálfara teymið vita því en ætlaði svo bara sjálfur að halda áfram en þeir náðu samfara með það bara að stoppa á takinga sénsa og við flugum út daginn áður og búin að vera heil æfingavika þannig að það var kannski eitthvað þreyta í löppunum og í staðinn fyrir að reyna að harka út þennan leik og vera kannski að díla við einhver smávægileg meiðsli eftir það og vera kannski 70-80% komandi inn í mótið. Þá frekar bara að vera skynsamur og vera 100% í komin hingað. Þetta var mjög erfitt fyrir mig að fara út af því. Maður er keppnismaður og ég er miður leik og þá er alveg sama hvað er undir, þá langar mann ekkert að stoppa hann. Ég byrjaði seinna á leikinn en svo sá ég augnaráð inn í sjúkraþjálfarateyminu og hann sagði ok, ég kem út á og sem held ég að var bara skynsamlega metið hjá honum því ég hefði ekki verið svona skynsamur sjálfur. Fyrsti leikur á móti Ísrael núna á 5. Gífurlega flottur hópur sem að Ísraelarnir eru með. Þið sjáu samt einhver tækifæri? Já, algjörlega. Þeir eru náttúrulega með einn mjög góðan leikmann sem er í bestu deild í heimi og svo erum flestir aðrir þarna eru í Ísrael og eru að spila með Maccabi Tel Aviv og fleirum stórliðum þar sem eru eitt af bestu liðum í Evrópu. Þannig að við erum ekki að mæta einhverju litlu liði, ég meina þetta er risalið sem við erum að fara að mæta og við þurfum að eiga okkar allra besta leik til að geta átt séns og við þurfum bara að toppa bara á réttum tíma og við þurfum bara að hitta á góðan leik til að geta unnið á. Martin sagði bara tvær leiðir til að ganga vel á móti Ísrael. Sagði hvað sagði hann? Hitta þristum og stíga út.
Já, og ég myndi segja þeir spila mjög hratt og hérna svona svolítið villt eins og við. Þú veist, og þannig að ég tel að við þurfum að halda svona hraðaflsstigunni þeirra niðri. Þeir vilja fá hröð stig. Þannig að við þurfum að ná að þrengja völlinn á hérna Díaz sem er NBA-gur þeirra. Hann vill mikið spila 1-1 og komast að hægri höndina, þannig að við þurfum að ná að þétta teginn og svo eins og Martin segir, hitta úr þristunum og taka frákvæmstin svo við getum hlaupið í bakið á þeim. Það hjálpar, sko. Það hjálpar. Allir litlu hlutinir skipta máli. Kæra þakkir, Ólafur.